Sjálfstæðisflokks skyldu til bólusetninga og til máls tekur borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég hingað komin til að tala fyrir tillögu fyrir hönd borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að leikskólar Reykjavíkur gera inntökuskilyrði að þau börn sem njóta þjónustu þeirra séu bólusett lágmarksbólusetningum ef ekki liggja fyrir læknisfræðilegar ástæður til annars. Eins og borgarfulltrúar vita hafa bólusetningar verið til umræðu bæði hér á landi og erlendis þar sem æ fleiri kjósa að láta ekki bólusetja börn sín. Lægra hlutfall bólusettra ógnar svokölluðu hjarðónæmi sem getur valdið því að smitsjúkdómar eins og mislingar geta skotið upp kollinum í auknum mæli. Það ber að taka fram strax að í Reykjavík erum við ekki komin að einhvers konar hættumörkum varðandi hjarðónæmi. Það hjálpar að engri umræðu að mála slíka skratta á neina veggi. Því bara að endurtaka þetta, staða hjarðónæmis í Reykjavík til að spyrna við smitsjúkdómum viðunandi. En þetta snýst ekki alfarið að bregðast við brýnni hættu. Þetta snýst að Reykjavíkurborg sem opinbert afl stígi fram og setji fordæmi á ábyrgan hátt áður en staðan þróast mögulega í þá átt að við þurfum að kljást við brýna hættu á miklu meira íþyngjandi og erfiðari hátt þar sem ekki hægt að fullyrða að árangur muni nást. Skaðinn fljótt skeður. Upp á síðkasti hefur borið á því að foreldrar neiti að láta bólusetja börn sín og beri fyrir sig áhyggjur af hugsanlegum neikvæðum aukaverkunum bólusetninga. Þetta afar varhugaverð þróun. Enda verður að viðhalda háu bólusetningarstigi eigi að varðveita hjarðónæmi gagnvart þessum smitsjúkdómum. Áhættan af neikvæðum afleiðingum bólusetninga stjarnfræðilega miklu minni en áhættan af margs konar hættulegum og banvænum smitsjúkdómum sem þeim ætlað að hindra. Aukaverkanir bólusetninga geta verið alvarlegar, en rannsóknir sýna að þær eru mjög sjaldgæfar. Aukaverkanir geta til að mynda verið ofnæmisviðbrögð eða lost sem geta leitt til dauða ef ekki brugðist strax við. Þessar aukaverkanir mælast þó í hlutföllunum 1/500.000 til 1/1.000.000. Á Íslandi til að mynda eru líkur þessara aukaverkana því hverfandi. Á móti kemur hins vegar einn smitaður af mislingum smitar að jafnaði 12 til 18 aðra óbólusetta einstaklinga og veldur því að hlutfall hjarðónæmis þarf að vera svona gríðarlega hátt til að hindra að svo smitandi sjúkdómar breiðist út. Rétt að geta þess vegna ruglings í umræðunni að einhverfa ekki aukaverkun bólusetninga, fylgni þar á milli 0. Engin. Þessi misskilningur dæmi hversu hættulega afveileit umræðan hefur verið með einni falsari rannsókn. Ein fölsuð bull rannsókn gerði fullt af foreldrum óvissa öryggi barna sína ef þau eru bólusett. Sama þó að reynt hafi verið að koma þeirri staðreynd á framfæri í mörg ár enn fólk sem kýs að vera ekki alveg samfellt, kýs að leyfa fölsuðu skýrsluna að njóta vafans, kýs að horfa á hverfandi líkur á aukaverkunum og kýs því að láta ekki bólusetja börn sín. Reyndar eru allar líkur á því að það mat væri öðruvísi ef það væri ekki svona yfirgnæfandi meirihluti sem bólusetur sín börn og verndar alla jafna með því börn þeirra sem kjósa að gera það ekki. Ef það væri svo að valið stæði virkilega á milli bráðsmitandi sjúkdóma eins og mislinga eða aukaverkana sem eru afskaplega litlar líkur á, fullyrði ég að valið væri auðveldara. Það eru sem sagt annarra manna börn sem taka áhættuna fyrir börn þeirra sem hafa efasemdir bólusetningar. Út frá samfélagslegu sjónarmiði má spyrja hvort það sé hreinlega sanngjarnt. Ekki sanngjarnara að við sem samfélag sem sammála að vilja úthýsa smitsjúkdómum sitjum öll í sama báti? Af hverju erum við ekki öll saman í því? Sóttvarnalæknir hefur ennfremur bent á að í sumum aldurshópum sé nauðsynlegt að auka þátttöku í bólusetningum barna. Þrátt fyrir að hjarðónæmið sé gott og þá í vissum aldurshópum áhyggjuefni. Lægra hlutfall bólusettra þó ekki rakið til ótta við bólusetningar, heldur einfaldlega að það hafi farist fyrir vegna einhverra ástæðna. Hefur þá verið vísað til ónógra þátttöku í bólusetningu fyrir 12 mánaða börn og 4 ára, meðal annars vegna tímabundinna veikinda, að foreldrar séu nýfarnir að vinna eftir barnsburðarleyfi, flutninga milli landshluta og svo framvegis. Foreldrar sem neita eða trassa að láta bólusetja börn sín setja önnur börn sem til dæmis mega ekki fá bólusetningu af læknisfræðilegum ástæðum í mikla hættu ef til smitfaraldurs kemur. Slíkt engan veginn útilokað eins og nýlegar fréttir af mislingafaraldri í Þýskalandi sýna. Sá faraldur var rakinn til hóps flóttamanna frá fyrrverandi Júgóslavíu sem höfðu ekki verið bólusettur í stríðinu þar á 10. áratugnum. Hjarðónæmið í Berlín var ekki alveg nógu sterkt til að mæta því
að þessi gríðarlega smitandi sjúkdómur breytist út og allir barn í dauða. Sambærileg tilvik hafa komið upp í Bretlandi, Bandaríkjunum og víðar. Útrýming algengara smitsjúkdóma með bólusetningum almennt talin einn stærsti sigur læknavísindanna á 20. öldinni. Það enn á meðal okkar fólk sem horfði på börnin sín deyja úr þessum sjúkdómum. Mikið óskaplega væri kaldhæðnislegt ef við, búandi við þennan lúxus sem fyrri kynslóðir nutu ekki, glopruðum niður árangrinum af því að við annaðhvort trúum ósönnuðum bullkenningum aukaverkanir bólusetninga eða hreinlega gleymum að láta bólusetja börnin. Til þessa hefur ekki verið talið nauðsynlegt að gera bólusetningar að skyldu, þar sem ríkur vilji hefur verið meðal foreldra að láta bólusetja börn sín, blessunarlega. Með því að gera bólusetningar að skilyrði fyrir leikskólavist myndi Reykjavíkurborg hins vegar stuðla að því að foreldrar axli ábyrgð og taki áfram þátt í að tryggja haldgóðar varnir gegn smitsjúkdómum ásamt því að þar með komi auka öryggisnet sem landlækniseftirlitið hefur ekki haft til að kalla eftir. Verandi frelsispési ég almennt frekar á því að í samfélagi eigi helst að vera færri reglur en fleiri. Frelsið skiptir máli. Frelsi til orðs og æðis skiptir máli, en kjarninn í raunverulegu frelsi að vera frjáls frá ofbeldi annarra, ógn annarra. Frelsi eins má ekki ganga á rétt annars. Þetta mál sem hér til umræðu skólabókardæmi slíkt. Það ekki verið að ganga á frelsin eins og það ekki verið að brjóta á jafnræðisreglu gagnvart neinum. Sérhagsmunir eins hreinlega víkja fyrir almannahagsmunum. Við verðum að nálgast umræðan á þann hátt að hér, eins og víða annars staðar, getur allt í einu eitthvað gerst. Og það óásættanlegt að bíða eftir því að hér sé komið í óefni. Bandaríkjamenn að kljást við að þurfa að vera að bregðast við aðstæðum sem nú þegar komin í óefni. Þar hafa dómstólar dæmt að það að meina óbólusettum börnum að ganga í skóla sé ekki brot á stjórnarskrá, það að neita bólusetningum út frá trúarlegum ástæðum sé ekki trúfrelsi varðað stjórnarskrá og svo framvegis. Við blessunarlega ekki komin í þá stöðu, ekki enn sem komið allavega, og við eigum að nýta okkur það. Við eigum að nýta okkur það að þurfa ekki að ræða lagasetningar þar sem bólusetningar skylda, heldur getum leyft okkur að byrja að búa til hvata svo að sem flestir láti bólusetja börnin sín, svo að þeir sem geta það ekki þurfa ekki að vera í hættu. Að ógleymdum börnunum sem ekki bólusett, þau líka í hættu. Víða í Svíþjóð hefur til dæmis verið skilgreind sem barnaverndarmál að börn séu ekki bólusett. Þannig að umræðan víða. Hún vestan og austan Atlantsála og hún þvert á pólitískar línur. Enda snýst hún ekki pólitík, hún snýst ábyrgð. Ólafur Þór Gunnarsson, læknir og bæjarfulltrúi í VG í Kópavogi, lagði til að mynda fram eftirfarandi fyrirspurn á bæjarráðsfundi í febrúar, þar sem hann spyr, með leyfi forseta: einhver stefna til bólusetninga barna í leik- og grunnskólum Kópavogs? Foreldrar barna inntir eftir því hvort börn þeirra hafi verið bólusett við algengum sjúkdómum, samanber ráðleggingar landlæknis? Fylgja skólar hjúkrunarfræðingar með hvort börn í skólum bólusett? Foreldrar upplýstir ef börn sem ekki bólusett ganga í skóla með börnum þeirra? Tilvitnun lýkur. Hann spyr fleiri spurninga í svipuðum dúr og greinargerð hans hljóðar svo, með leyfi forseta: á undanförnum vikum hafa borist fréttir af mislingaforeldrum austanhafs og vestan og skipta tilfellin þúsundum. Sóttvarnalæknir telur það aðeins tímaspursmál hvenær tilfelli greinast hérlendis. Ekki þarf að fjölyrða alvarleika slíkra tíðinda né þau áhrif sem slíkt getur haft á skólasamfélagið. Mikilvægt að menntasvið og skólarnir skoði þessi mál og ræði viðbrögð og leiðir til að tryggja öryggi barna. Tilvitnun lýkur. Tillaga Sjálfstæðisflokksins lýtur að því að reyna að koma með lausnir. Vitundavakning hefur verið rædd og reynd í mörg ár en virðist ekki skila tilætluðum árangri. Þessi tillaga því hugsuð til að vera hvetjandi og lausnamiðuð til að auðvelda kerfinu að halda úti þessari fínu og nauðsynlegu heilbrigðisþjónustu. Tillagan lausnamiðuð að því leyti að samkvæmt landlækni vandamálið ekki síst fólki í ófullnægjandi innköllunarkerfi. Þessi tillaga því hvati til að skoða leið og innrita í leikskóla hvort börnin bólusett. Slík lausn kallar ekki á mikla skriffinsku eða utanumhald, þó að allar slíkar lausnir að sjálfsögðu að skoða betur í borgarkerfinu og alla mismunandi anga þessara ágætu tillögu. Ég tel að þar sem við erum enn í lúxusstöðu í áhættumati þessa ættum við að nota meðalhóf í beitingu hennar. Ég tel því að það heillavænlegra að reglan taki gildi með börnum sem verða nýskráð, en gildi ekki afturvirkt svo að þeim börnum sem fyrir sé ekki vísað úr skólanum sínum þar sem þeir hafa eignast vini og kunnulegt félagsmótunarumhverfi sem ósanngjarnt að taka þau út úr. Mikið tillit verði tekið til þeirra undantekninga sem eiga við og þá fyrst og fremst læknisfræðilegra. Allt þetta ýtir undir að samtalið eigi sér stað, betur verði haldið utan skráningar og með því Reykjavíkurborg að stíga inn í og hvetja til að þau börn sem geta verið bólusett verði bólusett.
Samfélagið mismunandi. Það með mismunandi trú, venjur, hefðir og gildi. Það dýrmætt samfélagi að sá sé hátturinn á. En það þýðir ekki að samfélaginu ber ekki skylda til að grípa inn í þegar slík viðhorf geta valdið öðrum tjóni eða jafnvel bara sett aðra í aðstæður sem geta kallað á að valda öðrum tjóni. Alveg eins og hið opinbera ber ábyrgð á því að leikskólabörnum stafi engin hætta af leik sínum á skólalóðinni á hið opinbera stíga inn í og hvetja til hegðunar sem mun til lengri tíma snarminnka líkur á slíkri áhættu. Það snýst þessi tillaga. Hún snýst að Reykjavíkurborg taki með ábyrgum hætti skref til að vernda langsamlega stærstan hóp notenda þjónustu sinnar gegn hættulegri hegðun fárra. Það snýst að taka ábyrga afstöðu gegn slíkri áhættuhegðun í þeirri þjónustu sem börnin okkar nota hvað mest í marga klukkutíma á dag. Það ekki til að segja að þeir einstaklingar sem kjósa láta ekki bólusetja börnin sín séu ekki velkomnir í Reykjavíkurborg. Þeir aðilar geta nota aðra á einkareknu þjónustu sem kvittar upp á þessa hegðun. Við skulum ekki gleyma að langflestir foreldrar sem ekki hafa látið bólusetja börn sín gerðu það væntanlega vegna gleymsku og myndu strax láta kippa því í liðinn. Þeir sem raunverulega kysu að láta ekki bólusetja börn sín eru svo fáir að vera þar hugsanlega að tala 10 til 20 börn í árgangi. Og þeirra sérhagsmunir þurfa að sæta takmörkunum í þágu langsamlega mikils meirihluta. Þessi tillaga kristallast í að í einni viðkvæmustu opinberu grunnþjónustu borgarinnar stígur borgin fram með ábyrgum hætti, gefur tóninum hvað sanngjörn krafa okkar hvert til annars í samfélagi manna og passar upp á þá sem henni treyst til að passa. Það því ósk mín að borgarstjórn taki vel í þessa tillögu sem svohljóðandi með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að ekkert barn skuli fá inngöngu á leikskóla á vegum Reykjavíkurborgar nema það hafi fengið þær bólusetningar sem aldur þess segir til samkvæmt leiðbeiningum sóttvarnalæknis frá árinu 2013. Undantekningar frá þessu má gera ef læknisfræðilegar ástæður hamla því að börn séu bólusett. Leikskólar skulu jafnframt fylgjast með því að börn haldi áfram að fá þær bólusetningar sem leiðbeiningar sóttvarnalæknis kveða á fram til 4 ára aldurs. Skóla- og frístundasviði skal falið að útfæra þau skilyrði sem umsókn leikskólavist þarf að uppfylla að þessu leyti og til hvaða ráðstafana þarf að grípa á leikskólum. Takk. Borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir hefur lokið máli sínu og það tekur hv. borgarstjóri til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil í upphafi þessara umræðu hnykkja á því að ég eindreginn talsmaður bólusetninga til aukaverkanir og áhættur sem þeim fylgja vera í raun dvergsmáar miðað við þann gríðarlega ávinning bæði fyrir einstaklinginn en ekki síður samfélagið sem nýtur góðs af því að sem allra flestir séu bólusettir. Þannig að það engin spurning í mínum huga að bólusetningar eins og þeim stillt upp hér á landi og vísað í þeirri tillögu sem hér liggur fyrir eru af hinu góða. Næsta spurning þá kannski sú hvort að sé skynsamleg stefna samfélagsins að stefna hærra hlutfalli bólusettra, hærra bólusetningarhlutfalli og svarið við því afdráttarlaust líka já. Við erum raunar með býsna hátt bólusetningarhlutfall og algjörlega sambarilegt við þau lönd sem að gera vel eða best í þessum efnum. En það getur verið ástæða til þess að stefna því að fara hærra eins og hnykkt hefur verið á af hálfu sóttvarnalæknis í umræðunni í vetur. En þriðja spurningin sem við komum þá að hvort að sú leið sem hér lögð til, sem satt að segja mjög róttæk, þar að segja að meina leikskólabörnum skólavist ef þau eru ekki bólusett nema sérstaklega læknisfræðilegar ástæður eru fyrir því, hvort að það sé góð leið að ofangreindum markmiðum eða bara góð leið yfir höfuð, hvort að hún sé hluta samfélagi eins og við viljum hafa það, að þá verð ég að segja að svo ekki í mínum huga. Fyrst aðeins umræðuna. Ég held að umræðan bólusetningar í vetur hafi verið sérstaklega mikilvæg. Ekki síst mikilvæg vegna þess að í umræðunum var farið að gera mjög mikið úr hættunum af bólusetningum og kannski allt og lítið hættunum af sjúkdómunum sem verið að bólusetja við. En það ekki þar með sagt að hið rétta svar við því sé að tala þá sem að eru bólusettir, annaðhvort vegna aldurs, vegna þess að bólusetningar fara auðvitað fram á mismunandi aldri,
eða óbólusettir yfirleitt séu hættulegir í sjálfu sér, þannig að þetta sé einhvers konar kappræður það hverjir eru hættulegastir, þeir sem vilja láta bólusetja eða hinir. Ég held að verði að hafa ákveðna yfirvegun í þessari umræðu og það að tala að það stafi hætta af óbólusettum börnum og að í því felist ofbeldi, held ég að hjálpi kannski umræðunni ekki mjög mikið. Það kannski birtist best ef við drögum aðeins upp mynd af því sem hér verið að leggja til með við umræðuna í fjölmiðlum. Sjálfstæðisflokkurinn hefur aðeins dregið í land nefnilega eftir að þetta fór í fréttirnar og segir núna að það sé ekki hugmyndin að vísa nokkur hundruð börnum sem eru ekki bólusett úr leikskólum og það eru þetta mikilvæg yfirlýsing. En segir hins vegar að úr leikskólum en segir hins vegar að óbólusettum börnum verði vísað til dagmæðra eða dagforeldra, að það sé svona einhvers konar millileið. Í leikskólum sem eru full af bólusettum börnum eiga börnin það sameiginlegt að þeim stafar engin hætta af óbólusettum börnum vegna þess að þau eru bólusett. Það eru fyrst og fremst önnur óbólusett börn sem stafar hætta af smiti vegna þess að bólusetningar eru einmitt til þess að gera okkur ónæm fyrir smitsjúkdómunum. Og þó stafar engum óbólusettum hætta af öðrum óbólusettum nema viðkomandi sé smitaður af þessum tiltekna sjúkdómi. Þannig að við erum að tala einhverja hættu að þá líklega kannski versta lýðheilsustrategían að setja öll óbólusettu börnin saman í vistun. Og ég held að þetta bara sé eitt af nokkru sem að endurspeglar það að þessi tillaga hafi sem augljóslega mínu mati sett fram að góðum hug. Það að þeim hug að það sé skynsamlegt fyrir samfélagið sem flestir séu bólusettir. En hún ekki mjög mikið hugsuð eða unnin í samvinnu við þá sem vinna við þessi mál, vinna við að meta áhættu í þessu efni og leggja á ráðin með heppilegustu lýðheilsustefnuna til þess að ná hámarks árangri í hlutfalli bólusettra. Með þessu, og rétt að ítreka það, með þessu ég ekki að halda því fram að það geti ekki undir nokkrum kringumstæðum komið upp svo staða að einstaklingur verði einangraður vegna þess að hann sé smitaður af hættulegum sjúkdómi eða jafnvel til svo drastískra ráða þurfa að grípa eins og að loka mikilvægum stofnunum eins og leikskóla. En ég held við ættum aðeins að fara yfir umhverfið og umræðan það hvernig að slíku skuli staðið. Við erum nýbúin að samþykkja fyrir nokkrum árum viðbragðsáætlun vegna heimsfaraldurs inflúensu. Inflúensan þeirrar gerðar að hún breytir sér með stökkbreytingum á hverju ári og getur þess vegna verið misskæð og við höfum auðvitað dæmi hér fyrir nærri 100 árum síðan að hún var mjög skæð í Reykjavík. Og hún getur orðið það aftur og þess vegna eru meira að minna öll sveitarfélög með viðbragðsáætlanir vegna inflúensu. Þar gengið út frá ákveðnum viðmiðum hversu margir í samfélaginu eru smitaðir og hver dánartíðnin gæti verið og svo framvegis. En það sem athyglisvert að þessi áætlun var unnin með mjög miklu fagfólki og almannavarnar innviðunum öllum saman og þar eru leikskólar skilgreindir sem grunnþjónusta sem ekki eigi að loka nema í lengstu lög og þá einkum vegna þá veikinda starfsfólks nema að tillögu og samkvæmt ákvörðun sóttvarnalæknis. Það sem sóttvarnalæknir sem hefur í þessari viðbragðsáætlun okkar, það hlutverk að leggja á ráðin með þetta og gera tillögur og það gerir hann ekki svona vegna einhver sem gæti hugsanlega gerst, heldur sérstaklega fjallað það að sóttvarnalæknir og landlæknisembætti hefur þetta hlutverk út frá áhættumati á hverjum tíma. Þannig áður en borgarstjórn, ef við bara
drögum aðeins hliðstæðu áður en borgarstjórn svo mikið sem ætti að hugleiða það hvort að hún samþykkti svo róttæka aðgerð sem að loka leikskólum gagnvart óbólusettum börnum, þá væri algjört lágmark að láta gera áhættumat sem styddi þá nálgun. Sóttvarnalögum eru þau lög sem að ná utan þennan málaflokk og ætlað að tryggja að í nafni lýðheilsu sé hægt að grípa til tiltækra úrræða eins og getur þurft að gera ef að alvarlegar farsóttir koma upp. Lögin bera með sér að þar verið að reyna að ná utan annars vegar þá hættu sem að stafa getur á sjúkdómum, en hins vegar þau mannréttindi einstaklinga og hópa sem þarf að vinna þegar þessum úrræðum beitt. Sóttvarnalögin eru mjög skýr að því leyti að sóttvarnalæknir gegnir lykilhlutverki og það engin lagastoð fyrir því að sveitarfélög eða skóla- og frístundasvið eða jafnvel borgarstjórn loki skólum eða öðrum stofnunum fyrir jafnvel smituðum einstaklingum sem eru smitandi og þar með hættulegir nema með tillögu og með aðkomu sóttvarnalæknis. Og þetta vegna þess að þetta ákveðið matsatriði, það byggir á greiningu hvaða sjúkdóm að ræða og svo framvegis. Og það meiri segja þannig, eins og lesa má í sóttvarnalögunum býsna skýrt, þegar sóttvarnalæknir þeirrar skoðunar að smitberi, þar að segja veikur einstaklingur sem getur borið smitt, teljist það hættulegur að hann bera einangra, jafnvel gegn vilja hans, þá þarf að bera þá ákvörðun eða tillögu undir héraðsdóm. Lagaramminn með öðrum orðum það skýr hvað varðar vernd einstaklinga, jafnvel þó þeir séu haldnir smitandi hættulegum sjúkdómum, að það þarf aðkomu dómstóla til þess að einangra einstaklinga. Við erum ekki eins og að tala það hér í þeirri tillögu sem lögðu fram. Þar verið að tala hóp ósmitaðra og þar með ekki hættulegra einstaklinga sem ekki að fá leikskólavist innan bólusetta einstaklinga sem ekki í hættu frá viðkomandi, svona, án þess að gera á því áhættumat. Og þetta býsna langt frá þeim veruleika sem að sóttvarnalögin fjalla eða umfjöllun mannréttindasamninga það hvernig standa beri að takmörkun mannréttinda þegar lýðheilsusjónarmið búa að baki. Innan Harvard School of Public Health sérstök stofnun sem fjallar mannréttindi á heilbrigðissviði og þar hefur verið sett niður leiðarvísir að því hvernig að vega mannréttindasjónarmið á móti lýðheilsusjónarmiðum þegar að skerðingu mannréttindi að ræða. Því að mannréttindasamningar eiga það flestir sameiginlegt að það heimilt að skerða mannréttindi á grundvelli lýðheilsu. En það þarf þá að vera áhættumat þar að baki, það þarf að vera raunveruleg hætta og það þarf að nota vægustu úrræðin hverju sinni. Það þarf að nota vægustu úrræðin hverju sinni og hér var stöðunni nefnilega býsna réttilega lýst af borgarfulltrúa Hildi Sverrisdóttur að bólusetningar hlutfallið minnstu kosti eins og núna staðan viðunandi. Það ekki bein hætta sem stafar þar með af óbólusettum, sérstaklega ekki inn á leikskólum þar sem að krakkarnir eru bólusettir. Af úttektum landlæknisembættisins á þátttöku í almennum bólusetningum barna sem við erum að ræða hér kemur fram að hlutfallið hefur verið nokkuð óbreytt síðustu ár og til að botna þetta af okkar hálfu að þá var send fyrirspurn af hálfu borgarfulltrúa Halldórs Auðar Svanssonar til landlæknisembættisins í tilefni þessar umræðu og fékkst eftirfarandi svar sóttvarnalæknis með leyfi forseta.
Þegar þátttökutölur í bólusetningum eru skoðaðar kemur í ljós að 2% foreldra kjósa að láta ekki bólusetja börnin sín. Af þeim sem hins vegar láta bólusetja börnin þá er þátttakan breytileg á milli aldursskeiða og er þátttakan verst við 12 mánaða, 18 mánaða og 4 ára. Ef litið er á hversu mörg börn í hverjum árgangi eru alveg óbólusett gegn mislingum, þá er það 56%. Þessar tölur sýna hér á landi er vandinn ekki eins mikill og blásið hefur verið upp í fjölmiðlum og erum við raunir á svipuðu róli og nágrannaþjóðir okkar hvað þátttöku varðar. Það er mögulegt að hér getur komið upp til dæmis mislingar í nokkrum börnum en svo faraldur yrði ólíklega útbreiddur vegna þess að þátttökan er viðunandi. Sóttvarnalæknir lítur svo á að 97–98% almennings séu hlynnt bólusetningum og byggir þá á ofangreindum þátttökutölum og einnig á skoðanakönnun sem kynnt hefur verið í fjölmiðlum. Lægri þátttaka skýrist af bresti í innköllunarkerfi heilsugæslunnar og er sóttvarnalæknir að vinna í því með heilsugæslunni. Það er vandséð að þau áforma að útiloka óbólusett börn frá leikskólum munu bæta þátttökuna einhverju marki og það geti raunar skapað meiri vandamál við að fá foreldra til að mæta í bólusetningar á okkar mati. Besta leiðin til að auka þátttökuna er að fræða foreldra og bæta innköllunarkerfið og fá þannig eins góða samvinnu og mögulegt er bólusetningar. Ef það ekki dugar, þá kemur þvingunarúrræði til greina að okkar mati, tilvitnun lýkur. Svo mörg voru þau orð og ég held að þarna sé skynsamlega mælt út frá því sem að ég hef farið yfir. Við eigum að tala fyrir bólusetningum, við eigum að gera það sem í borgaryfirvalda valdi stendur að styðja við heilbrigðisþjónustuna í að auka hlutfall bólusettra og við eigum að tala því máli einbeitt. En við eigum ekki að taka undir tillögur það að loka leikskólum eða öðrum stofnunum fyrir óbólusettum. Það er óhóflegt og allt of íþyngjandi úrræði til þess að ná þeim markmiðum sem við erum að tala hér um. Meirihlutinn hyggst leggja til þá breytingu að í stað þeirra tillögu sem hér liggur fyrir verði borgarstjóra falið að eiga samráð við landlæknisembættið hvernig borgaryfirvöld geti stutt við stefnuna bólusetningar barna og kæmu niðurstaða úr þeim viðræðum inn á vettvang borgarráðs. Skrifleg tillaga þess efnis verður lögð fram síðar á fundinum. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson næstur á mælendaskrá. Forseti og borgarstjórn. Borgarstjóri rakti hér áðan breytingatillögu sem að ég styð heils hugar. Ég hef íhugað þetta mál vandlega og rætt við bæði mína flokksfélaga og fólk almennt og leitað mismunandi sjónarmiða og ígrunda þetta dálítið vel af því að þetta er tillaga sem er þess efnis að hún snýst verulega réttindaskerðingu. Áformin og hugurinn sem liggur að baki vissulega góð, því að það er óumdeilt. En eins og sagt þá er leiðin til heiðlíjar vörðuð góðum áformum. Og þegar það kemur að því að það kemur eitthvað upp sem þarf að bregðast við og það er einhver umræða í samfélaginu og hérna er eitthvað sem það þarf að gera eitthvað í, þá er mjög mikilvægt og sérstaklega í pólitíkinni að það sé byggt á einhverju heildstæðu mati og þegar það verið að skerða réttindi þá er það ekki gert bara eins og borgarfulltrúi orðaði það ágætlega bara svona. Bara því að þetta er eitthvað sem að hljómar vel og það er eitthvað að hvetja fólk til ábyrgðar og bara gert ráð fyrir því að fyrirfram að það sé besta leiðin og það sé til þess fallið að virka. Eins og borgarstjóri las þarna upp svar sem að mér barst frá landlæknisembættinu þess efnis að það telur ekki þörf á þessu og að þetta geti haft öfug áhrif. Mér finnst það í rauninni næg rök á þessu stigi málsins að vísa einfaldlega til þess. En mér langar kannski til að fá að rekja aðeins mína afstöðu og mína vangaveltur að öðru leyti. Meðal annars út frá ræðu borgarfulltrúans Hildi Sverrisdóttur sem opnaði þessa umræðu. Hún talar meðal annars þá foreldra sem eldast við rangar rannsóknir og svo framvegis og í einhverjum hræðsluáróðri kjósa að bólusetja ekki börnin.
En það náttúrulega ábyrgðar hluti og mjög mikilvægt hjá okkur og sérstaklega við sem erum í pólitík og erum í framlínunni að leggja áherslu á að fólki að fara eftir því sem talið vera læknisfræðilega rétt í þessum efnum. En það líka rétt að við erum ekki í hin áttina að henda fram eins og ég segi einhverjum hugmyndum að það er að úthýsa börnum úr leikskólum bara af því að það einhver hætta einhvers staðar að eitthvað gæti gerst. Þetta bara grundvallar atriði því þegar við erum að huga að mannréttindum versus öryggi. Hverju jafnvægi þar á að vera að ef við erum að skerða réttindi þá þarf að vera algjörlega á hreinu að nauðsyn beri til. Og eins og borgarfulltrúinn Hildur Sverrisdóttir rakti það ágætlega þá það hverfandi þáttur í þessu að foreldrar beinlínis kjósi ekki að bólusetja börnin. Það eitthvað sem varla til umræðu hérna og varla þáttur. En gott og vel við getum samt sem áður afgreitt þannig að segjum sem svo að þessi hópur sé vandamál eða gæti orðið vandamál. Það virkilega vel til þess fallið að halda því fólki góðu eða gera það eitthvað sáttari við yfirvöld að segja sem svo þið eigið að bólusetja börnin ykkar annars sendum við þeim út úr leikskólanum. En svo komið að því eins og rakið í og borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir rakti sjálf og rakið í umræddu bréfi frá landlækni að stærsti þátturinn í þessu fólk sem trassar það að bólusetja, kannski hugsar ekki fyrir því að vegna einhverja aðstæðna ekki fært það. Borgarfulltrúinn Hildur Sverrisdóttir kom aðeins inn á faraldurinn í Berlín sem nefnt þarna sem fyrirmynd og eins og hún segir réttilega þá það rakið til þess að þarna kemur hópur flóttamanna sem óbólusettur. Hefði það bjargað þeim eitthvað ef í Berlín hefði verið svo regla að börn fengju ekki leikskólapláss óbólusett? Hefði ekki verið betra eins og landlæknisembættið leggur sjálft til að fara þá leið að ná betur til fólks sem þarf að aðstoða að halda og styðja það við að láta bólusetja börnin sín? Þetta snýst þetta barnavernd, þetta snýst hvað hagsmunum barnanna fyrir bestu og barnavernd gengur náttúrulega út á það að þú hugsar út frá því, sko, hérna kannski stór hópur barna sem með foreldra sem þurfa stuðning og þá veitum við þann stuðning. Ef grípa þarf til einhverja drastískari eða róttækari úrræða þá það gert, en það þarf þá að vera eitthvað skýrt ferli þar að baki, það þarf að vera lagaheimild og það þarf að vera einhverjar efnislegar ástæður. Mjög gott að borgaryfirvöld styðji við og hvetji og vinni með heilbrigðisyfirvöldum eins og hægt að því að hækka þetta hlutfall. En það algjörlega allt annað mál en að beita svona þvingunarúrræðum. Það helst engan veginn í hendur og þess vegna ítreka ég það að ég tel sú breytingatillaga að einfaldlega huga því hver markmiðin eru og finna einhverja leiðir að því markmiði í stað þess að hengja sig að því að þetta sé rétta markmiðið fyrirfram. Og ég vil kannski nefna það að lokum að því að borgarfulltrúinn Hildur Sverrisdóttir nefndi að það sé bara hægt að leita til einhverja einkaaðila sem eru til í að taka við óbólusettum börnum. Núna hefur formaður félags dagforeldra barnsins, Sigrún Edra Löfdal, gefið það út að dagforeldrar séu ekkert til í að taka á móti óbólusettum börnum og þessi hugmynd að þeir gegni bara þessu hlutverki hafi ekki verið borið undir þau. Ég held að það sýni ágætlega að þessi tillaga þó góð sé hafi kannski verið sett fram í svona ákveðnu gáleysi og tel bara réttast að lenda henni þannig að við tökum þetta bara yfirvegum í sameiningu og finnum hvaða leiðir virka best. Takk. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson hefur lokið máli sínu og þá næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Virðulegi forseti, borgarstjóri, borgarfulltrúar. Þetta
mjög sérstök og áhugaverð tillaga sem komin hérna inn frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Ég aftur á móti tel það vera svo að það þurfi, þetta eitt að horfa sko á forræðishyggju og ég veit að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins myndu vilja ekki fara undir ganga undir þeim fána að vera undir fána sko forræðishyggjunnar. En af hverju sko tillagan lögð fram og eins sko að spara við einmitt leikskóla, eins og kom fram í ræðu borgarfulltrúa Halldórs Auðars Svanssonar, hvað með dagforeldra, hvað með íþróttafélögin, hvað með tónlistarskólana og hvað með grunnskólana. Ég ætlaði bara að koma hérna stutt upp og útskýra það að við munum sitja í Framsóknarflokksnum, við sitjum hjá varðandi afgreiðsluna á þessari tillögu og áskilum okkur rétt til bókunar, enda teljum við þetta ekki vera í verkahring borgarstjórnar að taka svo íþyngjandi ákvarðanir um rétt og skyldur einstaklinga í samfélaginu nema að fengnum tilmælum og með mjög rökstuddum hætti þá frá landlæknisembættinu eða veruleg vá sé til staðar. Og við teljum það farsælast að sitja hjá varðandi þessa tillögu að minnsta kosti til þess að hægt sé að gæta samræðis milli sveitarfélaga og jafnræðis milli alla barna, vegna þess að það þarf líka að hafa í huga að við erum ekki einangruð hérna í Reykjavík. Við erum með mörk að öðrum sveitarfélögum mjög nálægt þar sem að vinir og ættingjar ferðast sko í miklu samskiptum, hvort sem fólk býr í Kópavogi, Garðabæ og Reykjavík, börnin að koma að leika á milli, þannig að mér finnst ákveðin bara ómöguleiki í þessari tillögu. En já, öðrum kosti þá áskilur mér að sendi bókuna eftir. Takk fyrir. Borgarfulltrúi aðeins að róa mig niður. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Hér til umræðu einhver sú undarlegasta tillaga sem lögð hefur verið fram í borgarstjórn, verð ég að segja. Það svo margt sem undarlegt við þessa tillögu. Uppruni hennar undarlegur, ástæðurnar fyrir tillögun undarlegar, ástandið í samfélaginu og það einhvern veginn hvernig viðhorfið virðist vera gagnvart öllu þessu. Síðast en ekki síst svo aðferð sem boðuð í þessari tillögu stórundarleg. Sjálfstæðisflokkurinn sem sagt að leggja það til að óbólusett börn fái ekki leikskólamenntun. Tillagan lögð fram af flokki sem að beiti sér á afli gegn hvers kyns forræðishyggju, regluverki, eftirliti og íþyngjandi ákvörðunum eða afskiptum hins opinbera gagnvart einstaklingum. Og hver eru rökin? Jú, að frelsi eins megi ekki takmarka frelsi annars, að stundum séu íþyngjandi ákvarðanir réttlætanlegar og að það sé núna. Af hverju það núna? Það ekkert sérstaklega sannfærandi verð ég að segja, þau rök sem hafa verið færð fyrir mikilvægi málsins akkurat núna. Það engin sérstakur faraldur í gangi eins og frummælandi tók hér sérstaklega fram. Það engin varnaðarorð uppi af hálfu sóttvarnarlæknis eða landlæknis eða heilsugæslunnar eða skólana. Það ekkert sem að bendir til þess að hér sé hætta á ferð. Langflest börn eru bólusett, viðhorf til bólusetninga almennt mjög jákvætt. Nægilega yfirgnæfandi meirihluti jákvæður gagnvart bólusetningum til þess að heilbrigðiskerfið sé algjörlega rólegt og allir þeir sérfræðingar sem þar starfast. Almennt mælist mjög lítil andúð gagnvart bólusetningum. Þess vegna það ekki bara undarlegt, heldur beinlínis óskiljanlegt að Sjálfstæðisflokkurinn leggi jafn drastiskar aðgerðir og raun ber vitni fram hér.
En nóg það, ég hef svo sem aldrei skilið frjálshyggju sjálfstæðismanna. Mér hefur alltaf þótt hún mjög þverstæðukennd, háð mikilli hendistefnu og langoftast ganga einmitt út á það að frelsi sumra sé tryggt á kostnað annara. En það verður að hafa það og það verður við sennilega seint sammála. Hitt sem að mér finnst svo miklu alvarlegra og hefur ekkert með frelsið að gera aðferðin sem að borgarfulltrúarnir að leggja til hér. Sök sér með aðförina að einstaklingnum, sök sér með eftirlitsiðnaðinn sem að þetta myndi skapa og sök sér með friðhelgina sem að sjálfstæðismönnum finnst allt í einu sjálfsagt að rjúfa til þess að tryggja bólusetningar. Svona verður sennilega bara til þegar blandaði saman frjálshyggju og íhaldssemi í einum flokki og fátt við því að gera. En að ætla að nota menntakerfið í þágu forræðishyggjunnar, það það sem reiðir mig og það er sú pólitík sem að ég tel mig knúna til þess að andmæla. Leikskólarnir í Reykjavík eiga að vera fyrir öll börn, óháð stétt eða stöðum. Þeir eru hluti af menntakerfinu sem að leggur svo grunninn að lágmarksmeðferð í samfélaginu sem að hingað til hefur náðst samstaða á milli hægri og vinstri. Ég held og flestir vilja nú meina að þessi tillaga sé sett fram í góðri trú, að sjálfstæðisflokkurinn trúði virkilega að hér sé slíkt upplausnar ástand að þörf sé á íþyngjandi aðgerðum sem að hindra persónufrelsi og mismuna börnum og jafnvel að þau trúiði að þetta geti í alvörunni leitt til hærra bólusetningarhlutfalls. Þegar betur að gáð verður þó ekki annað séð en að hér sé verið að leggja til ofsafengin viðbrögð við vanda sem að ekki til staðar og að leiðin sem lögð til komi fyrst og fremst til með að bitna á þeim börnum sem að ekki eru bólusett í dag. Áhyggjum sjálfstæðisflokksins væri miklu betur mætt með auknu samstarfi gegnum leikskólana, að þar fengju foreldrar upplýsingar og fræðslu mikilvægi bólusetninga og þar væri sérstaklega hlúð að þessum þáttum í stað þess að útskúfa börn fyrir ákvarðanir eða forgangsröðun foreldra þeirra sem að gengur beinlínis þvert á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Svo annað. Hvaða fordæmisgildi hefur þessi tillaga? Jafnvel ósamþykkt. Bara það að tillagan hafi verið lögð fram, það í alvörunni í lagi að við neitum einhverjum ákveðnum hópi barna grunnþjónustu? Á hvaða forsendum og með hvaða rökum þá? Væri í lagi að neita ofvirkum börnum leikskólavistun af því að þau trufluðu einbeitingu og þroskamöguleika annarra barna? Væri við þannig að hefta frelsi annarra barna? Væri í lagi að neita börnum með hnetuofnæmi leikskólavistun því það hindraði möguleika annarra barna til fjölbreyttrar próteinintöku? Hvað með trú eða lífskoðanir? Pólitík. Getur trú eða skoðanir, einhvers konar lífskoðanir, einhvern tímann leitt til áhrifa og frelsi annarra barna í skólunum og ætlum við þá að bregðast við því? Ég veit að mörgum finnst þetta galið að þessar samlíkingar séu ekki réttlætanlegar og það séu óskiljanlegt að ég skuli nefna svona grótesk dæmi. Það myndi auðvitað enginn gera þetta, ég meiri segja trúi því að það myndi enginn gera þetta. Og það ætti aldrei að hvarfla að neinum á tímum skóla og aðgreiningar að fara í einhvers konar svona flokkun á börnum. En þetta ekkert svo galin samlíking. Það ekkert rosalega mikill munur á þeirri tillögu sem hér verið að leggja fram og þeim ímynduðu kröfum sem ég nefni hér. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins ekki með nein vísindaleg rök, þeir ekki með neinar haldbærar skýringar á því að þessi tillaga sé lögð fram. Þetta í raun og veru bara byggt á tilfinningu og skoðunum borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Hér eru þeir að leggja fram tillögu sem að mismunar börnum eftir forgangsröðun og ákvörðunum foreldra þeirra að því að borgarfulltrúarnir hafi áhyggjur. Og svo tala þeir á sama tíma að foreldrar þessara barna séu að leika sér að því eða séu að trúa einhverjum falsrannsóknum. Borgarfulltrúarnir sem að vilja vísindaleg rök, borgarfulltrúarnir sem að trúa því að allir eigi að vera bólusettir og að foreldrar megi ekki taka mark á einhverjum falsrannsóknum, þeir ætla samt að fara að mismuna börnum í skólakerfinu hér í Reykjavík eftir einhverju tilfinningu og ótta sem að þeir hafa innbyggt í sjálfum sér. Og hver veit af hverju áhyggjurnar kunna að verða næst? Vonandi verða þeir ekki að börnum með ofnæmi eða börnum með ofvirkni eða rauðhærðum börnum eða fátækum börnum. Vonandi átta borgarfulltrúarnir sig á því að hér hafa þeir farið hressilega yfir strikið, að hér séu þeir að leggja til mismunun sem við eigum aldrei og ekki undir neinum kringumstæðum að samþykkja. Aldrei. Og þá ætla ég ekki einu sinni út í umræðuna það að dagforeldrarnir geti sinnt þessum börnum. Því hefur forsjárskona dagforeldra bara svarað með afgerandi hætti sjálf í fjölmiðlum. Að sjálfsögðu hefur stéttin engan áhuga á að taka móti þeim börnum sem ekki þóknanleg Sjálfstæðisflokknum en í menntakerfinu.
Að þessu sögðu tek ég það fram að ég algjörlega reiðubúin til að taka umræðu það hvernig hægt sé að efla upplýsta umræðu bólusetningar, eflda heilsugæslu og eflda ungbarnavernd. Ég til í umræður viðbragðs- og aðgerðaráætlanir vegna sjúkdóma og almennt það hvernig við getum tryggt heilbrigt og gott samfélag. Þess vegna get ég vel fallist á tillögu borgarstjóra og held að það sé bara af hinu góða að borgarstjóri eigi samtal við landlækni og sóttvarnalækni það hvernig við getum stutt við aukið heilbrigði barna og íslenskrar æsku yfir höfuð. En ég mun hér eftir sem hingað til standa með réttri allra barna til menntunar og í því felst að standa með menntakerfinu, að standa með leik- og grunnskólum og tækifærum þeirra til að mæta þörfum og aðstæðum allra barna, bólusettum eða ekki bólusettum. Borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir hefur lokið ræðu sinni. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Já, forseti og góði borgarfulltrúar. Þessi umræða tillöguna auðvitað af hinu góða. Ég vil þó lýsa þeirri von minni að meirihlutinn fyrir utan það að taka málið upp þannig að borgarstjóri ræði við landlæknisembætti eða sóttvarnalækni málið og á þeim nótum sem hér var kynnt áðan, að þá lýsi ég þó þeirri von minni að þessari tillögu verði vísað eins og borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir kom inn á í sinni ræðu til umræðu og ígrundunar í skóla- og frístundaráði. Þessi tillaga auðvitað ekki sett fram í gáleysi. Þessi tillaga ekki sett fram, hún kemur ekkert einhvers staðar úr lausu lofti. Það hefur orðið aukning á því viðhorfi og þeirri umræðu sem að borgarfulltrúin lýsti hér þegar hún fór með tillöguna, Hildur Sverrisdóttir, að það hefur orðið aukning á því viðhorfi að bólusetningar eigi ekki að vera. Og út af hvað gengur tillagan? Hún gengur út á forvarnir. Hún gengur út á það að frelsi eins getur nefnilega verið helsi annars. Að frelsi eins getur verið helsi annars. Og þess vegna erum við að tala þetta sem forvarnamál. Að byrgja brunninn á réttum tíma. Að byrgja brunninn áður en hugsanleg vandræði koma upp. Þetta mál sem bara með umræðinni hér tekur ákveðin þroska, með umræðu inn í skóla- og frístundaráði gerir það líka. Það algjör óþarfi að nálgast þessa tillögu sem sett fram í tilefni af bara því sem hefur verið að gerast í samfélaginu bæði hér í ákveðnu viðhorfi og í kringum okkur. Það sem hafa orðið vandamál. Ef það hafa komið upp vandamál í öðrum löndum vegna þess að þetta viðhorf hefur verið að aukast, og það byggir að mörgu leyti á mjög röngum upplýsingum, eins og kom hér fram áðan, tengsl við einhverfu sem eru engin, en fullt af fólki trúir í ennþá. Þannig að auðvitað eigum við að nálgast þetta sem forvarnamál og hvers vegna, það var spurt hér áðan, hvers vegna, hvað með aðra skóla en leikskólana? Hér auðvitað tengingin á leikskólaaldrinum og þeim aldri þegar börn eiga að fá bólusetningu. Það þessi tenging hjá okkur. Svo mér finnst alveg með ólíkindum að heyra svo umræðu það að annars vegar erum við að tala lífshættulegan sjúkdóm og forvarnir. Að foreldrar fárra barna, að jafnvel eins barns get ekki skapa hættu fyrir tugi barna. Það eru forvarnir. Og svo heyrum við samlíkingu hér í ræðustól frá borgarfulltrúa Sóley Tómasdóttur það að tengja það annars vegar umræðu lífshættulegan sjúkdóm sem til að okkar gengur út á við ofvirkni, ofnæmi, rauðhærð börn eða eitthvað slíkt. Ég minni á að meirihlutinn hefur áhyggjur af því að börn fái tannbursta í grunnskólum Reykjavíkurborgar og hefur sett reglur og framfylgir þeim að hörku að koma í veg fyrir að börn lendi í því að fá tannbursta eða hjálm. En á sama tíma
gert lítið hér í ræðustól úr tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, sem að borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir fylgdi hér úr hlaði, gert lítið úr þeirri tillögu sem að snýst forvarnir, sem snýst forvarnir gegn lífshættulegum sjúkdómi. Mér finnst það bara ekki ábyrg umræða og mér finnst hún bara alveg með ólíkindum. Algjörlega. Ég ætla ekki að hafa þetta fleiri orði í bili að minnsta kosti, en ég ítreka það sem ég sagði. Mér finnst gott að borgarstjóri ræði þetta mál og leggi fyrir einhverja skriflega tillögu eða greinargerð eins og kom fram í máli borgarstjóri hér áðan í borgarráði. En mér finnst mjög mikil ástæða til þess að tillagan að henni verði vísað til skóla- og frístundaráðs og fái þar umræðu og þetta allt saman taki sig á sig eina heild, tillagan eftir umræðu í skóla- og frístundaráði og tillaga meirihlutans að borgarstjóri ræði við landlæknisembættið. Engin mál það sko. Það verður lokið. Það eitthvað að byrja breytinga til það. Var ekki kynna bara breytinga til Já. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið máli sínu, þá tekur borgarstjóri næstu til máls. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla að kynna hér skriflega breytingatillögu ef svo mætti orði komast. Borgarstjórn samþykkir að fela borgarstjóra af að samræða við sóttvarnalækni og landlækni hvernig Reykjavíkurborg getur best stutt við stefnu heilbrigðisyfirvalda bólusetningar barna. Niðurstaða verði lög fyrir borgarráð fyrir 15. maí 2015. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu, þá hafa ekki fleiri kvætt sér hljóðs. Jú, Hildur Sverrisdóttir borgarfulltrúi hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Takk fyrir þessa umræðu. Hún kannski einhver lítið kom mér örlítið á óvart. Ég vona að það þurfi ekki að ítreka og endurtaka það að sjálfsögðu þessi tillaga gerð á góðum hug. Hún gerð til þess að gera vel, hún gerð til þess að stíga fram og bera ábyrgð og sýna gott fordæmi, bæði í okkar þjónustuhlutverki við gagnvart öllum, líka bara gagnvart umheiminum, að við stígum fram með ábyrgum hætti og drögum þarna línu sem ég held að gangi ekki of langt. Grunnþjónusta vissulega leikskólarnir okkar, en hún ekki skylda. Það hægt að finna aðrar lausnir. Ég hélt að ég hef verið skýr hér áðan að þessi tillaga, ég rauninni bara bað að hún myndi fara í frekari skoðun varðandi svona þá alls konar vinkla sem að henni snýr, að hvernig megi bregðast sem best við, til dæmis gagnvart þeim börnum sem eru óbólusett og svo framvegis, en að meginstefnu myndi Reykjavík sem þetta ábyrga opinbera afl stíga fram og draga pínu línu í sandinn með hvernig samfélag við viljum hafa hér, hvernig við teljum að sé bara kurteist að koma fram við hvert annað og að við myndum sýna ábyrgð í því. Ég vil þá í því ljósi kannski ítreka að þessi tillaga snýst það að hafa forvarnagildi til framtíðar. Hún myndi eflaust veltast í kerfinu í einhverja mánuði til þess að hún verði sem best úr garði gerð. Hún myndi einungis taka til þeirra sem eru nýskráðir með því að þeir haldi betur utan einskráningarnar þar sem komin auka öryggisventil inn í kerfið, þannig að þeir foreldrar sem hafa ekkert hugmyndafræðilegt á móti bólusetningum heldur bara það fest fyrir, það búið að grípa það til þess að gefa tóninn inn í framtíðina til þess að við myndum vera sterkari ef við myndum allt í einu vera í þeirri stöðu eins og gerðist í Berlín og borgarfulltrúi Halldór Svansson spurði hvort að
Berlín hefði haft einhver tök gegn þessum hópi innflytjenda og svarið einfaldlega já, því sterkari hjarðónæmi sem því sterkari samfélagi til þess að bregðast við slíkum inngripum. Það snýst þessi tillaga. Hún snýst ekki krísustjórnun núna. Ég held að það var eitt af því fyrsta sem ég sagði í ræðu minni að ég ítrekaði að ástandi í Reykjavík núna blessunlega viðunandi. Það breytir því ekki að landlæknir hefur gefið út að í vissum tilvikum að þá þáttaka bólusetninga áhyggjuefni og hún sé ekki nógu mikil. En við erum ekki í hættuástandi. Við erum ekki í þeirri stöðu þar sem við erum að grípa inn með ennþá meira íþyngjandi hætti, heldur við erum að gefa tóninn þar sem vel hægt að hugsa í lausn með vilja til þess. Og með fullri virðingu ætla ég að leyfa mér að spyrja, ég heyrði enga aðra lausn. Ég heyrði enga aðra lausn. Það gott og blessað að fara út í áhættumat með sóttvarnalækni. Það gott og blessað. Ég nokkuð viss koma út af því. Ástandi viðunandi enn sem komið fínt. Það breytir því ekki að við erum að hvetja til þess að við sem samfélag sitjum öll í sama báti þess. Við berum öll sömu áhættuna af því að viðhalda, við bara verið í þessu samstarfi að tempra þessa sjúkdóm. Það snýst það. Og það hér verið að gera grín að forræðishyggju Sjálfstæðisflokksins. Það sjálfsagt að gera grín að því. Ég bara fullkomlega ósammála því að þetta sé forræðishyggja. Ég bara algjörlega ósammála því. Þetta snýst að stíga bara mjög ábyrg skref okkur til almannaheilla gegn mjög alvarlegum sjúkdómum. Og borgarfulltrúi Halldór Halldórsson kannski minnti réttilega á nýtt mál hér í borgarstjórn þar sem meirihlutinn átti í engum vandræðum með að hafa svo miklar áhyggjur af markaðsvæðingu gagnvart skólabörnum að var til í að setja alls konar reglur hvað það varðar sem veldur því að fengu ekki tannbursta og reiðhjólahjálma. En aðgerðir til þess að stemma stigu við smitsjúkdómum, það algjörlega ómögulegt. Og þá erum við að fara að mismuna börnum. Og ég er ósammála því. Og ég held að vísun í sóttvarnalög og slíkt sé ekki það sem við þurfum að skoða. Auðvitað þurfum við að skoða alla lagalega anga þessa máls eins og allt annað. En það okkar hlutverk að stíga fram og skoða það. Vera fyrirmynd. Vera höfuðborgin. Sýna ábyrgð. Sóttvarnalögin löggjan almennt yfir á eftir á í öllu svona. Sóttvarnalögin kveða að mestu leyti faraldra. Hvernig að bregðast inn í brýna hættu. Við erum réttilega ekki þar eins og borgarstjóri kom inn á. Það bara hárrétt. En þess heldur ekkert gildi í því að vera að vísa í þau lög. Við erum ekki að tala sama hlut. Ég tel að ef það hefur verið áhugi fyrir því að mæta þessari tillögu, ekki grár fyrir járnum og með hneykslun og tala að þessi tillaga hafi engan verið úthugsuð og þannig að mismuna fólki, held ég að það verið heppilegra og okkur meira til sóma ef við höfum bara tekið þessari tillögu sem eða sem hún Ætlum við að stíga fram og vera bara svolítið ábyrg bara á Vesturlöndum? Ætlum við að vera fyrirmynd? Ætlum við að stíga fram og segja það í rauninni ekki í boði að einhverju nokkrir kjósi að láta ekki bólusetja börnin sín og þeir gera það eingöngu í skjóli allra hinna? Það sanngjarnt? Af hverju erum við svona viðkvæm fyrir því? Nógu margar reglur setjum við hér háttsemi fólks alla daga. En allt í einu megum við ekki hafa skoðun á því að sumir í skjóli allra hinna kjósa mögulega að setja þá í hættu. Eða þá sem minna mega sín, eða geta ekki varið sig. Þannig að ég ætla að fá lýsa yfir bara vissum vonbrigðum með þessa afstöðu. Auðvitað fagna ég því að umræðan eigi sér stað og ég held að svona eitthvað einmitt þáttur í því að við ræðum eitthvað svona. En ég held að það sé ekki alveg nóg að borgarstjóri fari í áhættumat. Það gott og blessað að gera það. En það snýst að hugsa til framtíðar. Þetta snýst að standa keik og gagnvart því hvernig samfélag við viljum hafa hér. Og vera búin að byrgja brunninn. Það snýst það. Þannig ég tel að það veri bragur á því að skeyta saman þessum tillögum. Það sé algjörlega í boði að stíga varlega til jarðar og eitt skref í einu. Það enginn á neinum handurhlaupum hér. Engum. En ræðum þetta. Af hverju í ósköpunum ekki að ræða hvaða möguleikar eru í stöðinni þar sem við erum ekkert að mismuna neinum.
Það er hægt að hugsa í lausnum ef vilji er til þess. Takk. Borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir hefur lokið máli sinni, þá borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson óskar eftir að veita andsvar fyrir ræðu borgarfulltrúans. Forseti og borgarstjórn. Já, það er vissulega hægt að hugsa í lausnum og ég held að það hafi komið fram í máli allra að þetta snýst að hugsa í lausnum og finna bestu leiðinar. En það eru bara ekki allir sammála það að þetta sé besta leiðin. Við höfum tekið hér umræðu það og ég held að niðurstaðan sé nokkuð skýr. Ef að til dæmis landlæknir eða önnur heilbrigðisyfirvöld skipta skoðun af því að það sé nauðsyn á því að fara út í svona aðgerðir einhvern tímann síðar, þá er kannski hægt að taka annan snúning á þessu. Borgarfulltrúinn Hildur Sverrisdóttir nefndi reyndar að hér hafi ekki komið fram neinar aðrar lausnir. Mér fannst ég hafa heyrt það í upplestri borgarstjóra og bréfi frá landlækni, hvaða leiðir eru færar og hvaða leiðir landlæknisembættið leggur til. Og það er ekkert endilega alltaf okkar höndum. Við þurfum ekkert það felst ekkert í þeirri ábyrgð sem við þurfum að axla hér í borgarstjórn. Við þurfum að stíga fram og segja já, núna förum við út í þessar íþyngjandi aðgerðir, annars erum við að bregðast. Það er bara klassískt forræðishyggjutal, ekkert annað. Segja bara þú ert bara ábyrgðarlaus ef að þú ferð ekki hérna þessa leið sem er verið að leggja til, sem að þvingar fólk og skerðir réttindi þess. Varðandi lausnir, þá hefur núna birst á vef landlæknisembættisins, landlæknir.is, afstaða smá fréttum afstöðu embættisins til skyldubólusetninga og þar segir í niðurlagi, fólk getur séð þetta sjálft á vefnum eða það vill, með leyfi forseta. Almenn þáttaka í bólusetningum hér á landi er því góð, þó þáttökuna megi bæta við 12 mánaða, 18 mánaða og 4 ára aldur. Ófullnægjandi þáttaka á þessum aldurskeiðum virðist því fremur vera af tæknilegum toga en andstöðu foreldra. Til að bregðast við þessu hefur sóttvarnalæknir verið í samvinnu við heilsugæsluna að kalla inn óbólusett og vanbólusett börn. Það er því skoðun sóttvarnalæknis að engin sérstök ástæða sé þessar mundir að lögleiða skyldu til bólusetningar til að bæta almenna þátttöku barna. Miklu frekar þarf að bæta innköllunarkerfi heilsugæslunnar og að fræða foreldra og heilbrigðisstarfsmenn mikilvægi bólusetninga til að halda hér upp í góðri þátttöku. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson hefur lokið við að veita andsvar og þá er andsvörum lokið og til máls tekur borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir. Frú forseti og ágæti borgarfulltrúar, ég vil þakka fyrir þessa fróðlegu umræðu. Ég held að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafi lagt fram þessa tillögu í góðri trú og með góðum vilja við það að vernda börn gegn alvarlegum sjúkdómum og efast ekki það. En mér finnst breytingartillaga sem að borgarstjóri kynnti vera mjög af hinu góða og tel að það sé mjög gott að tala við sóttvarnalækni og gera mat á því hvort að hætta sé fyrir hendi og hvernig eigi að bregðast við þegar hætta verður fyrir hendi. Það er eitt sem ég veist bara vandi umræðina sem ég fór allt í einu að hugsa að það er meðalhófsregla stjórnsýslulaga. Alltaf þegar við sem stjórnvald tökum ákvarðanir sem varða líf borgaranna þá verðum við að gæta meðalhófs sem að þýðir að við þurfum alltaf að fara í mildustu aðgerðir áður en við förum í drastiskari aðgerðir. Og ég vildi bara leggja það til að ég held að það að útiloka til dæmis börn frá leikskólum myndi ekki falla undir meðalhóf. Ég held að það sé of sterkt úrræði þegar ekki hefur verið reynd önnur, til dæmis ráðgjöf við foreldra og slíkt. Þannig að ég vildi bara nefna þetta einu orð, meðalhóf. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir hefur lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir næst á mælendaskrá. Forseti borgarfulltrúa. Ég þakka sömuleiðis góða umræðu sem hefur farið fram hérna þetta ágæta mál. Sem að auðvitað sett hér fram til þess að taka ábyrga afstöðu
til þess sem að getur orðið að ástandi sem enginn vill hafa hér og er algjörlega ábyrgt og þannig auðvitað lagt til að við förum í gegnum skólakerfið og leikskólakerfið vegna þess að þar eigum við mestan möguleika á að ná til fjöldans. Þetta vinsæl þjónusta með þannig snertiflötur sem við eigum að nýta okkur til þess að koma fólki í skilningu að það ætti að bólusetja börn sín út af hverju og ef ekki að veita þeim þá fræðslu þannig að það mögulega skipta skoðun og ef ekki að þá auðvitað þurfa þau þá bara að leita að annarri þjónustu. Við höfum eins og fram hefur komið hér í umræðunum þá höfum við áhuga á því að skóla- og frístundasvið fjalli þessa tillögu og við fáum álit þaðan á því hvernig nota með þær hugmyndir sem við leggjum hér fram til þess að ná fram þessum markmiðum sem við erum auðvitað að reyna að ná, að fá fleiri til að bólusetja börn sín. Okkur líst alveg jafnframt líka mjög vel á þessa tillögu sem að lögð var fram hér af borgarstjóra en viljum gjarnan leggja þá saman við hana, viðbótartillögu eða þá bara tillögubreytingartillögu ef við leggjum það saman og þá við hana bætist jafnframt verði skóla- og frístundasviði falið að fjalla tillögu borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins lausnir til að fleiri bólusetji börn sín. Sendi það til ykkar. Borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir hefur lokið máli sínu og gert tiltölulega óljóst grein fyrir viðbótartillögu. Háttvirtur borgarstjóri tekur það til máls og borgarfulltrúin er beðinn að senda tillöguna eða viðbótina á forseta og borgarfulltrúa. Forseti ágæta borgarstjórn, ég legg nú til að við ræðum það í kjölfar þess að ég leggi fram minnisblaði í sameiningu við landlæknisembættið hvort að skóla- og frístundaráð taki það til umfjöllunar. Ég held að það sé eðlilegt að leggja einhvern veginn grunn að þeirri umræðu áður en fer af stað. En annars hafið þetta fulltrúar Sjálfstæðisflokksins tök á því að taka málið upp í ráðunni ef þið vilja. Ef þið telja að það er svo brýnt að það megi ekki bíða þess tíma. En ég halla svona heldur að því að þessi viðbót sé óþörf á þessu stigi. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu, fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og nú er beðið eftir tillögum. Ætli við gerum ekki bara 2 mínútna hlé á fundinum? Gerum það. Ég veit ekki hvar þið eru.
Fram haldið og við göngum til atkvæða annan lið málsmeðferðar breytingatillögu borgarstjóra sem að svo hefur verið breytt. Það liggur hér sumsé fyrir breytingatillaga sem að allir flokkar ættu sennilega geta staðið að eða hvað eftir, já. Sem svohljóðandi: borgarstjórn samþykkir að fela borgarstjóra að hafa samráð við sóttvarnalækni og landlækni hvernig Reykjavíkurborg getur best stutt við stefnu heilbrigðisyfirvalda bólusetningar barna. Niðurstaða viðræðnanna verði lögð fyrir borgarráð fyrir 15. maí næstkomandi og í kjölfarið verði málið sent skóla- og frístundaráði til umfjöllunar. Við frestum þessu fundinum, já, göngum til atkvæða þetta síðar og förum í 3. lið á dagskrá sem er tillaga